tíma með nuttrúlu og boltum. Best af öllu að eiga hvort tveggja. Það er eiginlega sett svolítið þannig upp, en ef þið eruð bara með bolta eða bara með rúlu þá ætti það samt alveg að ganga upp. Og ef þið eru með rúlu þá ætlum við að byrja með rúluna í dag. Setja hana hérna undir kálfana. Þetta er hvorki vont né óþægilegt. Þetta erum við bara svona aðeins að byrja. Venjast í að setja smá þrýsting á vefina, finna punkta, bara rugga aðeins til. Byrja að fletja úr kálfunum ofan á rúlunni. Og ef þið eruð ekki með rúlu, þá getið þið vaðið bara beint í að hafa boltana undir. En það er líka hægt að nota eitthvað eins og handfanga á ketilbjöllum eða handlóðum til að byrja aðeins að nudda. Ruggum okkur aðeins til, losum okkur svo við rúluna og tökum annan boltan. Setjum hann undir kálfann, svona cirka bát þar sem hann fer að þykkna vöðvinn. Setjum boltan þar undir og byrjum að nudda þvert. Þvert yfir vöðvann, fram og tilbaka. Og ef þið finnið góðan punkt, þá sjálfsögðu stoppið aðeins ofan í honum. Setjið smá þrýsting á punktinn. Bútið gott nudd. Annars nuddum við bara fram og tilbaka, þvert yfir kálfavöðvann. Og eftir því sem við gefum betur eftir í fótleggnum, því þyngri verður hann ofan í boltan, gerir okkur auðveldara fyrir við að nudda. Það er eins og boltan aðeins ofar, cirka bát í þykkasta partinn á kálfanum. Nuddum þar áfram, þvert yfir, alveg út á kantana sitt hvoru megin. Og ef þið finnið góðan punkt, stoppið í honum og leyfið þessu að gerast. En það er líka í góðu lagi að vera bara með fótinn alveg kjurran hérna á miðjum kálfanum og bara leyfa boltanum að þrýsta á vöðvann. Finnum bara hvað hentar okkur í dag. Nuddum vel yfir, fram og tilbaka. Skiptum svo, vinstra megin. Byrjum þannig þar sem að vöðvinn fer að breiða úr sér, þvert yfir, fram og tilbaka, hægt, rólega, frekar letilega bara. Ef það er góður og juicy punktur hérna, ýtum við vel á hann og góð viðbrögð, ósamlega gott. Svo, upp á miðjan kálfavöðvann, þar sem hann er þykkastur og mestur. Byrjum að nudda þvert yfir þar og ef við finnum góðan punkt, alveg ekstra þunga í punktinn, leyfum. Nuddum vel yfir. Skulum við taka báða boltana, setja það á sitt hvoru megin núna, akkurat undir miðjan kálfann þar sem hann er þykkastur og mestur. Höllum okkur aðeins aftur og látum fótleggina bara liggja grafkjörra ofan í boltanum smá stund. Hvorki vont né óþægilegt. En við erum svo heppin að vera með mestu strengi lífs ykkar í kálfunum eða nýbúin að ganga á gott fjall eða hlaupa ekstra langt, þá getur þetta verið
aðeins aumt, annars bara slaka á ofan í punktinn. Svo hættum við þessu. Fyrir næsta þá þurfum við nefnilega eiginlega rúllu. Það er allavega betra. Ætlum aðeins að nudda aftan á lærinu og við erum að nudda alveg frá því rétt fyrir ofan hnésbótina og alveg upp að setbeininu, fram og tilbaka. Ef þið eru bara með boltann, þurfum að vera svolítið skapandi í hvernig við hreyfum okkur í boltanum. Finnið út hvort það þarf að vera utarlega á lærinu, fyrir miðju eða innarlega. Skulum við stoppa akkurat hérna á miðjum aftan á lærsvæðunum, þar sem hann er þungur. Leyfa lærinu að lamast aðeins ofan í og skipta. Nuddum vöðvan aftan á lærinu. Hinum megin. Fram og tilbaka. Stoppum svo aðeins að miðju. Slökum á. Og skipta. Það er líka betra að vera með rúllu þegar við nuddum utan á lærunum. Það er sjálfsögðu hægt að vera með boltann og ef við erum með boltann þá bara gerum við eins og ef við værum með rúlluna. Við ætlum að byrja á því fyrst að nudda frá hné og upp á mitt lærið. Þannig að við erum hér frá sirka miðju og upp að eða niður að hné. Við leggjumst ofan á rúlluna á hlið og byrjum að finna hvernig er best að gera þetta. Sumir geta verið með fæturna bara alveg á lofti, finna lítið fyrir þessu á meðan aðrir þurfa að styðja bara við alla leið. Þannig að þið finnið út hvað er best fyrir ykkur. Við nuddum frá hné og upp á mitt lærið cirka bát. Stoppum ef það eru juicy punktar. Nuddum rólega til og frá. Og skiptum svo hin hliðin. Og við getum að sjálfsögðu ýtt alltaf á pásu ef að þið viljið taka lengri tíma í hverjum punkti. Hinum megin, frá hné og upp á mitt lærið cirka. Og ef við finnum strax svona góða punkt, getum við nuddað hann alveg ekstra vel. Og svo skiptum við hlið og við ætlum að nudda frá miðjulærinu og alveg upp á mjöðum. Leggjumst aftur ofan í rúlluna. Finnum alveg ótrúlega vel fyrir þessu oft. Hrikalega gott. En líka hrikalega vont. Leggjumst ofan í boltann eða rúlluna, hvort sem við erum að nota, frá cirka miðju læri og upp að mjöðma kúlunni. Og ef að punktarnir eru margir þá bara stoppum við vídeóið og sinnum þeim bara aðeins betur. Leggjumst alveg ofan í boltann, ofan í rúlluna. Höldum áfram að nudda frá miðju læri upp á mjöðum. Og skiptum hlið.
hinum megin á miðjulærinu, upp á mjöðm. Nuddum hægt og rólega, hreyfum okkur bara eins og latrir kettir. Dásamlega vont. Og þegar við finnum svona juicy punkta þá leggjumst við ofan í þá. Pínulítil míkróhreyfing. Höldum áfram, næsta punkt. Þeir geta verið framar eða aftar. Finnum svo næsta góða punkt. Einhvers staðar þarna á þessu svæði frá miðjulæri og upp á mjaðmakúluna. Leggjumst vel ofan í. Höldum svo áfram að nudda aðeins. Aðeins betur. Leggjast ofan í punktinn og gefa eftir. Frábært. Skulum nudda aðeins framan á lærunum. Það er yfirleitt bara frekar notalegt. Ef rúllan ykkar er ekki nógu löng eða stór og getið ekki tekið bæði lærin í einu, þá bara byrjum við á öðru og gerum svo heitt. Rullum okkur hérna bara fram og tilbaka, fram hné, yfir þykkasta partinn á vöðvanum, alveg upp að mjaðmabeini liggur við og tilbaka og finnur svo eitthvað góðan punkt til að leggjast ofan í. Og þetta er alveg hægt að gera með boltana líka. Og þá finnst mér oftast best að byrja ofarlega á lærunum, leggjast bara ofan í punktana og rugga mér aðeins til á þeim. Þannig ég finn besta staðinn og færa svo boltana aðeins neðar. Stoppum vel í punktunum og ef þið eru að nota bara öðru megin í einu þá skiptum við núna fót. En ef við erum að gera báða í einu þá bara finnum við okkur nýjan punkt. Kannski nær hnjánum eða nær mjöðmunum. Alveg gefum vel eftir. Nuddum vöðvana framan á lærunum. Stórir og öflugir vöðvar. Hægt og rólega gott að gefa sér tíma. Finnum einhvern dásamlegan punkt svona til að enda á. Slaka vel á honum punktinn. Og svo bara yfirgefum við þetta. Ef við nefnilega áttum bara bolta, þá erum við kannski svolítið á repeat. En ef við erum búin að vera að nota rúlluna, tökum við núna upp boltana. Og við ætlum að leggjast ofan á boltana og boltinn er framan á lærinu, alveg beint framan á og aðeins fyrir ofan miðju. Svona á frekar þykkum stað á lærinu. Sitt hvoru megin, boltana undir og slaka á. Hér getur verið pínulítil míkróhreyfing sem alla sést. Þið getið líka ruggað ykkur hraustlega til hérna. Aðalmálið er að finna punkt framan á vöðvanum, aðeins fyrir ofan miðju. Svo þið getið slakað á ofan í. Og við liggjum áfram bara alveg róleg ofan á boltanum. Tökum okkur góðan tíma hér.
skulum svo fara að koma okkur hægt og rólega af boltanum, lyfta okkur upp. Það liggur að maður finni fyrir þeim áfram framan á lærunum eftir að við erum búin. Við ætlum að setja boltana næst hérna ofarlega á rassvöðvana, svona cirka bátið sem við myndum finna spjaldið hérna, flata beinið neðst í bakinu og fara þaðan beint út til hliðana og kannski sentimeter 2 niður. Og við ætlum að leggjast ofan á boltana. Gæti þurft að hagræða ykkur aðeins til. Og ef við erum ekki að finna punktinn, þá bara prófum við að endurtaka leiðbeiningarnar. Finnið spjaldbeinið, það er svona flatt bein neðst í bakinu, svona cirka bát þar sem rassinn fer að breytast í bak. Og ef þið stefnið beint út til hliðana frá því og niður svona 3 til 5 cm, þá lendið þið frekar ofarlega á rassvöðvunum með boltana og aðeins út til hliðana. Og þá ættu þið að finna notalega punkta til þess að nudda. Við skulum rétt alveg úr fótunum þegar þið eru búin að finna góðan punkt. Slaka á fótleggjónum, slaka á handleggjónum. Setjum svo iljarnar aftur í gólf. Höfum fætur cirka dýnubreidd í sundur og látum hnén falla saman. Slökum vel á, ofan í punktana. Svo skulum við fara að sveifla hnjánum til. Vinstri, til hægri og hnén fara til vinstri og hægri. Og þá verður til svona þokkalega notalegt nudd á rassvöðvana. Og svo hættum við þessu. Tökum boltana frá. Ætlum aðeins að nudda okkur bakið. Tökum boltana 2. Ímyndum okkur við séum að spenna hér brjóstahaldarann beint yfir og aftur. En við ætlum aldrei að hafa boltana alveg upp við hryggsúluna sjálfa. Þeir eru alltaf svona sentimeter frá. Þannig að cirka bát hérna þar sem við spennum brjóstahaldarann ætlum við að byrja með boltana. Við ætlum að leggjast ofan á boltana. Og passa þeir séu ekki alveg á hryggsúlunni sjálfri. Leggjumst á boltan og slökum handleggjónum út til hliðana. Getum byrjað með hnéboginn og iljarnar í gólfi. Reynið að slaka á hálsinum, lengja svolítið hnakkann. Okkur hættir til þegar þessi punktur er aumur að fara að fetta hálsinn svona upp í einhverja sveigju, þannig að hakan vísar beint upp í loft. Við skulum reyna að draga hökuna bara inn, hafa langan hálsinn, snúa lófanum helst upp, dragið svo djúpt andann, þenjið alveg bakið ofan í boltana og anda frá, þyngjumst rólega ofan í boltana. Svo ætlum við aðeins að fara að vinna í því að rétta úr fótleggjunum og kannski
gerist það bara ekkert svona hratt. Það getur vel verið að við þurfum að taka bara svona 1 sentimeter í einu til þess að geta rétt úr fótunum. Og við leggjum alveg eins og klessur bara hérna ofan í boltanum. Slökum vel á. Okkur liggur ekkert á. Við getum andað djúpt, við getum andað rólega. Við finnum vissulega fyrir því að við liggjum ofan á boltanum. En við getum samt andað rólega og eðlilega. Síðan ætlum við að hreyfa handleggina. Þannig að við tökum svona aðeins utan okkur sjálf. Og við ætlum aðeins að knúsa okkur. Aðeins að rugga okkur til ofan í boltann. Pínu lítil hreyfing. Og losa. Svo rennum við okkur aðeins neðar þannig að boltarnir fara ofar og þeir eru komnir einhvers staðar á milli herðablaðanna. Svona frekar neðarlega samt á milli herðablaðanna en þeir eru einhvers staðar á milli herðablaðanna. Og hjá mörgum þessi punktur óskaplega aumur og við förum bara rólega inn í hann. Öndum rólega. Aðrir finna ekkert fyrir þessu. Þið fagnið, það er gott. Þau vilja gjarnan halda því áfram þannig. Það mælikvarði á að vöðvarnir eru mjúkir og lítil spenna. Eða þá þau bara að gera þetta bandvitlaust. Nei, djók. Allavega einhvers staðar á milli herðablaðanna liggja boltarnir núna. Og þegar við öndum djúpt þá verðum við að ýta okkur aðeins betur ofan í boltana. Og þegar við öndum frá þá slökum við ofan í boltana. Og við ætlum að færa handleggina núna beint út til hliðana. Og lófarnir snúa upp. Og svo ætlum við að lyfta upp handleggjónum bara svona sentimeter frá gólfi. Í litla hringi. Pínu litla hringi. Bara smá. Og svo ætlum við að færa handleggina upp fyrir höfuð. Í vaff, ekki beint upp. Svona cirka bara inn í vaff. Og draga svo olnbogana niður í kaktus. Og hér ætlum við að slaka á í svona mínútu eða 2. Og kannski þurfum við ekki að hefa iljarnar í gólfi eða hnéboginn, heldur getur bara rétt úr fótunum í þessari stöðu. Þá bara gerum við það. En við finnum vissulega aðeins meira fyrir boltanum. Endum hér í rólegheitum. Augun lokuð. Og svo losum við okkur af boltanum og ætlum að setja það núna hérna efst á axlirnar. Þess að við myndum renna þeim niður hálsinn, þar sem hálsinn breytist í axlir og hérna út. Þar sem við grípum í ef við ætlum að nudda vöðvabólguna úr einhverju. Og boltarnir var stundum svolítið óþægir hér og vilja rúlla burtu. En við setjum þá hérna undir. Reynum að halda þeim föstum. Af því það sést vel í þá. Ef einhver kíkir hérna aftan á okkur. Af því þegar við lyftum svo höndunum hérna upp fyrir höfuð.
þá finnum við hvað þeir gera gott. Ef við liggjum hérna bara með hendurnar niður með hliðum og boltarnir eru konur á réttan stað, þá finnum við ekki neitt annað heldur en það eru bara boltar þarna. En svo leið og við lyftum handleggjónum hérna upp fyrir höfuð, þá finnum við, já, þetta er góð punktur. Hér ætla ég aðeins að vera í smástund. Og það gæti þurft svona pínu að finna út hvernig er best að setja sig upp, sérstaklega ef þið eruð mjög grönn og með mjög lítinn vöðva þarna. Þá getur boltinn verið óskaplega óþægur og runnið út um allt og þá gætu þið þurft að hafa boltann aðeins nær hryggnum og aðeins neðar. En fyrir þá sem að hafa mjög kannski bólgna vöðva hér, þykka vöðva og mikla, þá getum við setta bara svona rétt inn undir axlirnar og lyft svo handleggjónum upp fyrir höfuð og finnum hvernig kemur alveg ótrúlega næs þrýstingur í vöðvan. Og við ætlum bara að liggja hér aðeins kjur, leyfa boltanum að gera það sem hann gerir, sem er að ýta á svona triggerpunkta í vöðvanum. Það hjálpar okkur að auka blóðflæðið, losa bandvefinn. Og þegar við aukum blóðflæðið þá hjálpar það vöðvanum að losa úr sér bólgu og eymsli sem eru oft alveg ótrúlega þrautseg á þessu svæði. Svo skulum við losa boltana og aðeins teygja núna handlegg upp fyrir höfuð og setja boltan hérna aðeins fyrir neðan handakrika og velta okkur ofan á hann. Þess að boltinn er einhvers staðar hér ef þið sjáum. Og þetta er hræðilega vont oft. Alveg bara svona hræðilega vont, bara þú veist, ég get ekki meir vont, en hérna við skulum reyna að þola við og leyfa boltanum að gera sitt gagn hérna. Og við getum ruggað okkur til í þessum punkti ef það hentar, halla okkur aðeins framar, halla okkur aðeins aftar, verið sérst fyrir neðan handakrikan, svona næstu því eins og við séum á rifbeinunum, en það er ekki alveg svo leiðis. Og svo ferum við af boltanum og við ætlum að gera þetta hinum megin. Finnum staðinn, við rúlla þetta niður frá olnboga og þessna niður alla þríhöfðana hérna komin inn, niður fyrir handakrikan, tjup, aðeins svona cirka fyrir, já, finnum fyrir herðablaðinu hérna við verum of aftarlega með bolta. Það er ekki það sem við viljum, ekki of aftarlega, ekki of framalega, heldur bara að leggjast ofan á helvítið og þola við í smá stund, hreyfa okkur aðeins, kannski finnum við líka bara ekkert fyrir þessu og nuttum þetta svæði bara með brús og vör. Við skulum aðeins reyna að finna aumasta staðinn, leggjast vel ofan í hann, loka augunum og njóta.
svo í þessum punkti. Gerum síðustu stöðu. Gunnutrúluna. Það er ekki með rúllu. Og bara getum við rúllað upp kannski teppi eða einhverju handklæði í svona pulsu. Leggjum hana hérna þvert. Undir bakið, sirka bát. Þar sem við myndum spenna, brjóstahaldarann. Leggjumst yfir rúlluna. Réttum úr fótum. Látum höfuðið falla aftur. Handleggirnir út með hliðum. Lófar snúa upp. Töluverð sveigja á bakinu. Kannski fer kollurinn alveg niður. Erum aðeins fyrir neðan herðablöðin. Svona neðsta botninum á þeim. Færum handleggina upp fyrir höfuð. Höldum áfram að anda rólega hér. Komum svo rólega upp úr þessari stöðu og prófum að leggjast aðeins aftur á bak með ekki neitt undir bakinu. Og þá ættum við að vera bara nokkuð góð fyrir þessa viku. Þangað til næst.